Jæja, grátlegt tap inn í Víkinni, hver eru fyrstu viðbrögð eftir leik? Það bara akkúrat þannig, þetta grátlegt tap. Við erum allir svekktir núna. Fannst við standa okkur ótrúlega vel, hrikalega vel og þetta er það KA-lið sem ég veit að býr í okkur. Þetta er allt sem undan en gengið, spilum við frábæra leik og já, bara ótrúlega svekktir og fannst við skilið að fá meiri leiknum. Þetta er langbesta lið Íslands og ef við getum komið þessa frammistöðu núna í framhaldinu þá býða okkur góði tímar. Eins og segir, frammistaðan var góð, Víkingar skora snemma en þið svarið snöggt og þið svarið vel. Já, bara sammála og gæði í Grímsá og mér finnst við bara verjast vel saman með góðu talandi og við náum að sækja þau svæði sem við vildum. Og Víkingar eru sterkir og fengu fullt af hornum og fyrirgjöfum, við díluðum vel við það hérna í lokin og svo að fá þessi víti á 90 er náttúrulega virkilega svekkjandi en ég er bara ótrúlega stoltur á strákunum. Það er búið að gagnrýna þá og okkur alveg svakalega mikið og við komum bara sýndum hérna hvað í okkur býr. Við sýndum þvílíkt KA hjarta. Við sýndum bara frammistöðu sem ég vil sjá hjá KA og þó að séum svekktir núna að þegar við komumst yfir það þá áttum við okkur á því að ef við getum gert svona frammistöðu á mínum mati langbestir á Íslandi þá förum við að vinna fótboltaleik. Búinn að sjá vitadóminn? Nei, ég er ekki með að sjá hann en dómarinn sagði bara að það verði 100% víti og ég er bara ætla að treysta því og eins og ég segi, þú veist að við töpum á 90 mínútum og Víkinga útivelli það er ekki vandamál okkar í sumar. Stigin munu koma, við erum að fara núna í marga leiki í liðunum í kringum okkur og ég var bara svo ánægður að sjá strákana hvað stóðu saman og hvað lögðu leikinn og það er leiðin út úr þessu. Við þurfum að gera það sjálfir, við þurfum að standa saman. Það verður fullt af fólki gagnrýna okkur. Þetta er bara spurning hvernig við bregðumst við og stundum er lífið smá erfitt og það hefur enginn sagt að lífið eigi að vera auðvelt og við ætlum að standa saman og koma okkur út úr þessu. Hver voru skilaboðin í hálfleik? Ég var bara ánægður með mitt svari. Við lendum undir og komum tilbaka og erum flottir. Ég bað bara strákana að fara út og vera stóra, fara út og þóra að vinna og mér finnst við gera það hér í dag og svo er það bara svekkjandi að missa Oliver í langtíma meiðsli en það með brotnað á hann og það er mjög svekkjandi en eins og segi, ég er bara ótrúlega stoltur að KA-liðinu. Þetta er KA-liðið sem ég vil sjá og við ætlum að halda áfram þessari braut. Hvað er það sem gerist þannig við Oliver? Ég held að síðast hann á brotið saman beinu og braut fyrir nokkrum árum. Hvað með því að það er ekki alveg viss bein í fætinum þannig að hann er því miður off í langan tíma. Núna eru þið búin að tapa 6 leikjum í röð. Hefur þú eitthvað áhyggjur af eigin stöðu? Nei, ég hef ekki áhyggjur af eigin stöðu. Maður er bara svekktur, við erum sárir að vera þarna. En stjórn KA veit nákvæmlega hvað manni hefur að geyma, hvernig þjálfari ég er og ef þeir telja einhvern annan vera betri í stöðuna þá það er bara þeirra ákvörðun. En við höfum staðið saman, þeir hafa staðið við bakki á mér undanfarin ár, bæðir að gengur vel og illa, við höfum notið að gengur vel og KA er það lið sem hefur staðið sem hvað best á Íslandi síðustu 5 árum, bæðið með Evrópukeppni og titla og fleira eins og bara Breiðablik og Víkur staðið sér betur. Núna er brekka og ég er bara fókus á að gera mitt. Ég legg vinnu þetta dag við nóttar en að breyta þessu og það sem ég sá í dag, það gefur mér vonum að við sem var réttir leið. Eins og segir, þið tapið í dag en hefur trú að þetta sé kannski byrjunin á einhverju jafnvel þó þið hefði tapað? Ég hef það og ég held að þess að fólk hafi horft á leikinn sjá það líka. Þú sást ekki KA-lið sem er í einhverju krísu andlega ekki að leggja sér fram eða kenna eitthvað öðru það voru allir að leggja sér fram og stóðum ykkur frábærlega þannig að ég er bara ótrúlega stoltur á strákunum, þetta er rosalega svekkjandi en ef þetta er það sem koma skal þá verðum við í fínum málum. Nú eru þið 2 stigum fyrir ofan fallsæti, held að þið séu 5 stigum á eftir Keflavík í 7. Hvernig metur þú stöðuna í deildinni, eru þið bara í fallbaráttu? Við erum í fallbaráttu, það er ekki flókið. Ég er ekki að spá hvað önnur lið gera, það skiptir engu máli hvað er mörg stig hvað lið ef við vinnum ekki fótboltaleiki. Þannig að það er bara sem við þurfum að gera en það er fullt eftir þessu móti og eins og segi, ég hef ekki áhyggjur af KA-liðinu ef þetta er sem koma skal en það er alveg augljóst mál að við erum í fallbaráttu. Takk hérlega fyrir og gangi vel. Takk.